Góðan daginn, ég ætla að fara hérna við enska leikinn. Það er sem sagt hugmynd að leika hérna E4 og þá kemur upp staða sem þetta er eiginlega eins og fjárreitartafl nema P-ið er auðvitað á C4. Við erum meira vald á D5 reitnum en á móti kemur að C4 reiturinn er kannski aðeins veikari fyrir. Og ég ætla að byrja á biskup C5 sem nú ekkert óalgengur leikur. Og þá er aðalhugmyndin á hvítum að drepa á E5. Og drepa á E5 tilbaka. Það er náttúrulega ekkert upp á sig að drepa á F2, þá fær hvítir svo sterkt miðborð eftir D4. Og það er bara miklu betra á hvítan. En svartur hefur reynt hérna að hrókera. Nakamura hefur telt þetta í hraðskák, veit ég. Og þá er besta leikari F3. Nú ef við drefum á C6 þá fær svartur hérna bara betra eftir þetta. Nú já, hrókering, ritar F3, drepa á E4, þetta er svona smá taktík, D3, biskup E2, D6, hrókering og sérst hvítur endar P-ið yfir og það er ekki alveg fyrir sig að svartur hafi nægar bætur fyrir P-ið en svartur er vissulega með eitthvað spil. Það er nú ekki margir tefnilega svona svart. Og biskup C5, drepa á E5, drepa á E5, D4. Og þá er biskup B4 auðvitað algengasti leikurinn. Og biskup D6 var í svara með C5. Og svartur í vandræðum. Biskup B4, dreipið, rittari dreipið E4. Og gamla mainline í þessu var dróning D4 en ég ætla ekki að fara yfir það. Ég ætla að fara hérna yfir dróning F3 sem ég til vera betri leik. Nú ef svartur leikur hérna D5 þá verðist biskup E2 gefa hvítum betri stöðu. Það er sett bara að hrókera næst og það er pressa á D5 reitnum. Þannig að svartur hefur verið að taka á C3 og dreipa tilbaka. Og þá er biskup A5 algengast. Skulum byrja að skoða hérna. Já, sko bara byrja á honum, það er svona mainline. Nú, biskup F4. Við völdum á E5 og erum að undirbúa hugsanlega dróning G3. Löngkrókun, biskup D3, H4. Stuttrókun, löngkrókun, athyglisverður leikur. Það er náttúrulega dálítið opið fyrir hvíta kónginn en það er ekki svo öðvöld fyrir svartan að ráðast að honum. Og hvítir alltaf með augun hérna á H4, biskup D3, jafnvel hrókur H3, G3. Skal koma með nokkuð sýni framöld, dróning E7, kongur B2, valdar A3, hrókur B8, var í svona, er flókin stað. Svartur ætla að segja leika B5. Ég hef nú að skoða ýmislegt hérna, ég get til dæmis nefnt að ég held að biskup D3 sé ekki nógu góður út af B5. Sýnir bara framhaldið hérna. Og A6. Þetta svartur fá ágætis counter hérna. Nú H4 gæti verið teflanlegt, playable. Eins og maður segir en ég held að það sé B5 samt sem áður. Og biskup B7 er best, ef hann leikur A6 þá gæti þetta verið ágætt og hvítt held ég. Biskupinn á B3 skýlir kóngnum nokkuð vel og biskupinn á þá C8 svolítið svona off. Og hugmyndir eins og dróning G3 og biskup H6 eða H4, H5 í kortónum. Ég held að biskup B7 sé best, hrókur í 8.
þessi staða er dálítið óljós að mínum mati. Ég hef nú búin að skoða eitthvað hérna aðeins og A4 tölvurnar segja þetta jafnt til dæmis og ég veit eiginlega ekki alveg hvað er að gerast í þessu en ég held að svartur sé allt í lagi hérna. Það er þetta biskup G5 líka annar leikur. H4 er samt aðtilsverður leikur. Þannig að ég held að dróning E3 sé kannski besta tilraun. Og hver er hugmyndin? Ef við ættum leik þá myndum við hugsanlega drepa á A7 þetta en við myndum gjarnan vilja fá biskupinn á B6 sko þegar þá er hann fyrir hérna B-piðinu og það er ekki auðvelt fyrir svartan leika B5. Þetta var til dæmis nokkuð hagstætt framhald fyrir hvítan. Já, en B5, C5. Þá sjáum við að dróningin E3 valdar. En það kemur líka til greina að drepa á B5. Þetta er eitthvað sem ég kíkti aðeins á. Biskupinn fer hérna á B3 fyrir alltaf. Biskup G5. Það er svona alltaf þinguð atbörðars og D5. Biskupinn á C8 er náttúrulega sá kall sem er slæmur hjá svörtum en hvíta peðast það er náttúrulega ekki kannski eitthvað frábær. Það er svolítið erfitt að meta þetta en biskup B7 væri hugsanlega mistök hérna út af hróku B5 held ég. Þannig að svartur verður líka G6, pressum á D-piði. Hrókur A7. Ég held að hvítur sé með einhverja pressu hérna sko. Hótum að drepa á C6. Þetta er svona sem ég er aðeins að hugsa í þessu en þetta er flókinstaða. Það kemur til greina að drepa á B5 en C5 er aðalínan hjá mér. B4, C4. B3 aðtilsúleikur. Það er ekki gott að drepa á B3 þá kemur biskup B4 og næri C5 og svartur betra. Þannig að það er líka A3 og valda B4 hitinn. Biskup B7, dróning D4. Hótum á ég hugsanlega á D7 í framtíðin en ég myndi nú ekki gera það strax. Stöðum allavega D6. Bara komið með sínu framhald, dróning E6, H4. Það er F3 sterkuleikur. F3 sem sagt drepa biskupinn á B7 runni. Og hérna verður líka F4. Alls ekki biskup drepa G7. Þá kemur dróning G6 og hóta dróning C2 skák. Og F4, hrókur D8 og hrókur H3. Þá hótum við piðan á B3. Þannig að þetta er svona og hótum hugsanlega piðan á G7. Þannig að þetta er athyglisvert framhald sko. Dróning E6 og F4. Og biskup C6 handleikur og H4 og skákin heldur áfram en það er rosa erfitt að meta stöðu sko. Biskupinn á A5 hann er alltaf svona úr leik í augnablikinu. Það minnir svona eitthvað furðulega stöður í skoska leiknum stundum. Hrókur H3 geti frá að koma, H5, hrókur G3, biskup D3. Hugsanlega ég geta piða á B3 setna í endatabli. Já. Svartur hefur verið að leika á öðrum leikjum hérna. Til dæmis biskup E7, við skulum skoða hann næst. Já, biskup E7, það er kannski, það mátti kannski segja, það er í rauninni engin leikur. Við leikum bara dróning G3. Ef maður segja hagstæða útgáfu, ef hann stuttur á að gera þá er alltaf biskup H6. Nú, biskup C5 er annar leikur. Dróning G3 eins og venjulega, hótum á G7. Nú, G6 er bara svona biskup D3 og
og ef svartur leikur DSS eða D5 þá leikur biskup G5 og fáum betri stöðu. Sjáum líka H4 setna. Nú hrókering var ekki gott og H4. Þá sjáum við að biskupinn að fá D3 og peðið á H4 stiði vel við sóknina. Og þetta er dálítið svona skýri staða fyrir svartan. Kongur F8 hefur telst, líklega besti leikurinn í þessari stöðu. Hér er með smá hugmynd, til dæmis biskup E7 H4. Að mínu mati stendur hvíti betur þar, þannig að dróning E8 er best. Biskup E2, D6, hrókur D1. Skáking geti telst ekkert með svona biskup F5, biskup F4. Ég held að hvítur sé með pressu og kongurinn náttúrulega F8. Það er bara hrókera næst. Nú H6 er annar leikur. Dröfum með F-bið á E3 til þess að eftir hrókeringu þá fáum við hérna hrókerinn á F-línuna. Síðan hóttum við þetta á DSS, þannig að svartur verður með B-i. Maður ekki dröfum með drottningu þetta, þá er alltaf skák á D8. Hrókurinn á F. Og hrókur D5. Og ég myndi segja að hvítur væri með töluvert frumkvæði hérna. Við erum að fara að hrókera. Þá var hrókurinn í skotlínu kongsins. Hóttum við þetta á E5. Svo þetta nýta biskupinn hérna eitthvað. Já, semst við erum að fara að hrókera næst og það er pressa á svörtum. Ég held að það séum ágætis frumkvæði. Nú taka tíma fyrir svartan að laga þetta til. Já, við skulum skoða aðra valkosti. Nú, biskup B4 er hugsanlega svona traustara en biskup C5. Já, biskup B4. Þá D3, D6, A3. Við viljum bara fá reynt hvað svartur ætla sér. Hvort hann ætla að leika biskup C5 eða drepa á C3. Skulum byrja á biskup drepa C3. Hvernig getur telst. Það er hrókering eða jafnvel H6 til að valda G5 reytin. Undirbúa ritari H7 og F5. G3, biskup E6, undirbýr drónum D7 og biskup H3. Biskup G2 og hér er gott að stinga inn hrókur B1. Hrókur B1 fá það reynt hvort að svartur ætli sér virkilega að hrókera langt sem virkar dálítið áhættsamt hérna. Út af hugsanlega dróning A4. Þannig að B6, ritari H4 alltaf leikur í þessu stöðum. Við getum jafnvel, við stefnum með þetta hrókera að leika F4 en jafnvel leikur eins og ritari F5 af því að svartur er búinn að veikja sem í B6. Hrókering og hvítur með aðeins betra F4 að koma með spennandi stöðu. Stuttrókun. G3 alltaf saman planið. Ritari H7 undirbýr F5. Hrókering er líklega traustast en ritari H4 kemur líka til greina. Fórna hérna B til dæmis F5 með hansi flottum bætum fyrir P að mínum mati. Flotta biskup og opna línur. Hrókurinn getur fara á B1, fara á B5. Drottningin líka á opna línu, það er bara allt opið. En ok, hrókering er svona kannski traustara. Síðan F4. Ritari G6. Nú ef svartur drepur á G3 þá virðist hrókur A2 gefa spennandi stöðu. Svartur er vissulega með 4 peð fyrir, nei 3 peð
fyrir skiptamun, en já, við sjáum að við getum farið með biskupinn á E4, húkinn á G2, biskupinn að vera rosalega sterkir og húkarnir, dróningi getur frá H5. Það er ekki margir kallar í vörninni og svörtum, ég sé ekki að hann lifið þetta af. Skiptir einhver málið maður sem eitthvað peð ef maður er mátt. F3 er sterkari leikur og reytir F4 og já, getur bara með tölvöld betra. Biskuparið, opna línur og svo framvegis og getur í rauninni telt til sigurs áhættulaust. Þannig að ég myndi halda að biskup C5 eftir A3 sé betri lína, skoðum það. Já, D3, D6, A3, biskup C5. Ég myndi segja að vera aðeins kannski þægilegra að teflita svona heldur en leika biskup C5 strax. Nú hvítur ekki rittar þetta bara E5. Biskup B6, en við getum skoða hvað gerist hér. Ég held að hvítur svo aðeins þægilegri stuð eftir þetta. Þannig að biskup B6, biskup 1-3 er ég með þessi mainline, rittar A4 kemur líka til greina. Teflir svona einhvern megin, rittar D8 aðrir svo leikur. Og hérna á svartur djúpanleik G5 sem er ekki auðvelt að finna. Kongur á þetta og hugsan er þessi stað nokkurn veginn í jafnvægi. Rittarinn á A4 er ekki góðu kall en hvítur með F-línuna. Ég held ég myndi nú samt alltaf taka hvít hérna. Svona, já, sjónrænt lítur þetta eitthvað aðeins betur út á hvítan. En ok. Biskup E3. Biskup G4, nú aðri leikir eru rittar D4 og rittar E2, C5, G3 og já, skákin heldur bara áfram. Bara svona skák eins og maður segir og drónu D2, biskup G2, rókirring. Já, hvítur er, ég held að hljóta að vera með aðeins betra. Rókirring annar leikur, biskup E2. Þessi stað er svona nokkurn veginn í balans en ég myndi frekar vilja hvítt út af rýminu og hugsanlega einhverjum tækifærum á F-línunni. D4 er rétt augnabliki. Samt passa sig að flýta sér ekki of mikið að leika D4. Svo er þetta hugsanlegt ef svartur leifir hvítum leikar þetta D5, það má það ekki, það verður líklega að leika C6. En svartur er traustur. Biskup G4, biskup E2, þetta er D4, nú hrókeringi líka möguleik hérna. Búm, biskup G4 og biskup H3. Þetta minnir á svona Svesnikov tilfæringu á biskupnum en þessi stað er klálega betra á hvítan. C5, F4, eða drepa B6 og F4. Svartur þarf aðeins að vera á varbergi sko. Rittar D4, rittar A4, A5 held ég sé nokkuð góð leikur. Rittar C3 verður að fá rittarann aftur í spilið, hann er svolítið einmanna þarna A4. Drónu C7, A4, hrókur E8, H3, hrókur E6 og ég held að staða sé nokkuð veginn í jafnvægi en mér finnst örlítið betur á hvítstöðuna þegar við opna F-línu. Já, til að setja þetta allt saman, þá myndi ég frekar mæla með að leika biskup B4 og síðan biskup C5 seinna heldur en að fara í biskup C5 línuna. Svartur er nokkuð traustur en getur verið svolítið erfitt að vinna kannski í þessu. Takk fyrir.